Ingólfur er örvhentur. Já, nema hvað. Það kom í ljós fljótlega eftir að hann fór að beita höndunum markvisst í samskiptum sínum við heiminn. Á tímabili í æsku stamaði Ingólfur og tengir það sjálfur við tilraunir til að þvinga hann til að nota hægri hendina, en þá var algengt að reyna að leiðrétta slíka vinstri villu. Í tilfelli Ingólfs skilaði þjálfunin því að hann beitir hníf og gafli á sama hátt og meirihluti þjóðarinnar, en ekki skeiðinni. Æskustöðvar Ingólfs eru í héraðsskólanum á Laugarvatni. Þar fæddist hann og bjó til 14 ára aldurs ásamt foreldrum sínum og systkinum. Þarna bjuggu þau, í 2 herbergja kennaraíbúð. Móðir Ingólfs var Ólöf Sigurðardóttir. Hún var ættuð úr Mýrdalnum og var skeið rjómabústýra áður en hún giftist manni sínum Guðmundi Ólafssyni, síðar kennara við héraðsskólan. Guðmundur var ættað úr öðrum dal í öðrum landshluta. Hann var að norðan, úr Fnjóskadal. Guðmundur og Ólöf eignuðust 7 börn. Ólafur, Guðný, Sigurður, Guðbjörg, Karl, Björn og Ingólfur. 14 ára flutti Ingólfur að heiman og settist á skólabekk við menntaskólan á Akureyri. Þegar hann mætti í skólan var Ingólfi heilsað með orðunum: "Nei sko þennan litla skrýtna." Það átti eftir að togna vel úr honum og þegar hann var stúdent 6 árum síðar var hann hávaxinn ungur maður. Á Akureyri bjó Ingólfur að heimavist. Hann stundaði íþróttir og var 2 bikarmeistari með blagliði skólans. Hann sótti líka samkomur hjá Kristnibótsfélaginu og gekk í bindindisfélag eða stúku. Eftir stúkufundi var dansað og nemendur gátu fengið leyfi til að vera úti eftir klukkan 10 á kvöldin ef þeir voru að fara á stúkufund. Skólafélagarnir höfðu gaman af að dansa og sóttu því stúkufundi stíft. Ingólfur hefur verið bindindismadur síðan. Að loknu stúdentsprófi hélt Ingólfur til Noregs til náms við Safnaðarháskóla í 1 ár. Síðan kom hann heim og skráði sig í guðfræði í Háskóla Íslands. Guðfræðinámið var tekið með mörgum hléum og hlíðarsporum og safnaðist margvísleg reynsla í sarpinn á leiðinni. Árið 1962 útskrifaðist Ingólfur guðfræðideildinni og tók prestsvígslu. Þá hafði hann jafnframt stundað eftirfarandi nám: 1 önn í íþróttakennaraskólanum á Laugarvatni, kennarapróf frá Kennaraskóla Íslands, 1 misseri í guðfræði og uppeldisfræði við Uppsala háskóla í Svíþjóð, próf í uppeldisfræði frá Óslóarháskóla, námskeið fyrir lögreglumenn og námskeið fyrir æskulýðsleiðtoga í Noregi. Ingólfur vann skeið sem lögreglumaður meðfram námi. Síðar átti hann eftir að bæta við nám sitt í guðfræði og afla sér starfsréttinda sem leiðsögumaður. Af þessum námsferli mætti ætla að þarna hefði verið á ferðinni stefnulaus ungur maður, en svo var ekki. Þó leiðin væri ekki bein, var markmiðið alltaf að öðlast þekkingu og reynslu sem gæti komið að góðum notum í starfi kristniboðans. Ingólfur bauð sig fram til þjónustu á kristniboðsakrinum þegar hann nálgaðist námslok, en aldrei kom til þess að hann væri sendur til þjónustu. Lífið tók aðra stefnu. Á horni Snorrabrautar og Bergþórugötu var hús með litlum einstaklingsíbúðum. Húsið var í daglegu tali kallað Piparsveinahöllin. Þar bjó Ingólfur þegar fyrrum skólasystir hans úr kennaraskólanum bauð honum á ball í þeirri trú að hann væri rótgróinn piparsveinn. Svo reyndist ekki vera og Ingólfur kvæntist Áslaugu Eiríksdóttur 1. ágúst 1957. Þau skelltu sér í brúðkaupsferð til Álandseyja á norrænt æskulýðsmót. Svefnbekkur frúarinnar var fyrsta hjónarúmið, en fljótlega festu þau kaup á almennilegu rúmi. Ingólfur hefur alla sína hjónabandstíð sofið hægra megin í rúminu. Árið 1960 fættist Ingólfu Áslaugu sonurinn Eiríkur. Svo kom Ólöf og Jónari. 1969 fættist yngsta barnið, Hallur. Starfsferill Ingólfs endurspeglar á margan hátt námsferilinn.
Hann er prestur, kennari og leiðsögumaður, stundum nánast samtímis en stundum greinast þræðirnir að og eitt starf tekur við af öðru. Strax að lokinni prestvígslu haustið 1962 tók Ingólfur við starfi sóknarprests á Húsavík. Þar var litla fjölskyldan í 1 ár en flutti svo á Suðurlandið þar sem Ingólfur var prestur á Mosfelli í Grímsnesi næstu 3 árin. Frá presthjónustunni lá leiðin í kennaraskólan þar sem Ingólfur kenndi hátt í 20 ár en með nokkrum hléum. Þá starfaði hann sem æskulýðsfulltrúi Þjóðkirkjunnar og sem farprestur. 1985 varð Ingólfur námsstjóri við skólaþróunardeild menntamálaráðuneytisins þar sem unnið var að nýrri námskrá fyrir grunnskólana. Á sumrin sýndi Ingólfur árstíðabundnum störfum. Hann var sumarbúðastjóri í sumarbúðum Þjóðkirkjunnar í nokkur sumur og fór óteljandi ferðir hringinn í kringum landið sem leiðsögumaður fyrir erlenda ferðamenn, einkum frá Þýskalandi og Norðurlöndunum. Þá var leiðsögumannstafurinn sjaldnast langt undan. Ég var á ferðalagi í Kenía og þá átti ég kost á að kaupa þennan staf af hirðingja. Það var nú ekkert endilega að selja stafinn, hann vildi nú selja eitthvað annað alveg eins. En ég einhvern veginn kannaði það hvort það væri hægt að fá að keypta stafinn og hann lét stafinn lausan. Og ég gat nú notað hann og hef notað hann endar mikið á ferðum síðan, mest hérlendis. En hann er nú svo sem fann að láta á sjá því að hann hefur nú eitt og annað komið fyrir hann. Ég hef með hann orðið hérna að setja á hann hér heilega spengingu til þess að halda hann samt að líma hann líka. En þetta er þægilegur stafur og sterkur en ekki þungur. Undir lok starfsferil síns sneri Ingólfur sér aftur að prestsskap og gerist héraðsprestur í Reykjavík. Einnig gegndi hann þjónustu sem sveitaprestur í afleysingum í Noregi nokkura ára skeið. Ég setja hann bara hérna aftur á sinn stað. 2001 hætti Ingólfur að vinna. Hver bær